Jæja, við erum mættinga aftur. Góður dagur, allir hérna hressir, sprækir og ég er komið með 2 nýja viðmælendur. Við erum að tala um hérna Hafþór og Hörð. Verið hjartalega velkominir. Takk fyrir það. Við erum feðgar, er það ekki satt? Við erum feðgar. Jú, það er víst. Já. Hvert hérna, þið sem sagt eru að koma hérna fyrir hönd Keilunnar og hvert er svona ykkar hlutverk á þessu móti? Ég sé að þú ert allan mótstjóri, passar það ekki? Ég er mótstjóri við mótinu, já. Já, hvað með þið? Já, ég er bara keppandi. Þú er keppandi. Og hvernig hefur bara undirbúningur fyrir mótið hjá okkur báðum gengið? Já, Hjá mér hefur gengið bara vel. Já. Undirbúningur tekur langan tíma. Við eiginlega næstu við byrjum að undirbúa mót með árs fyrirvara. Ok, Þegar þetta mót enda núna munum við byrja að undirbúa næsta mót. já, það er þannig bara. Já, hvað við gerðum ekki nógu vel og hvað við gerðum vel til þess að geta laga þó það sem að miður fór. Einmitt. Því að við viljum stækka mótið, við viljum alltaf að reyna að stækka það hverju ári og gera það stærra og fá fleiri útlendinga. Algjörlega. En svo getur hann aðeins sagt hvernig undirbúningur Já, hans sem hvernig er svona keppanda. undirbúningur sem keppandi? já, minn undirbúningur byrjaði ekki ári áður. Nei. Eða svo sem, já, undirbúningurinn, hann hættir kannski aldrei, en það fer svona auka áhersla á ákveðnar æfingar, svona stutt í mót. Ok, Þetta mót er svona aðeins öðruvísi uppbyggt en annað. ok. Þar sem að þetta fer beint í svona útsláttarkeppni. Já, ok. Þetta er eina mótið okkar á árinu sem er þannig. Þannig að það er undankeppni til að koma sér áfram í úrslit. Ok. Og það spilast svona alla vikuna og er að spilast núna. Og Og mótið ykkar byrjaði, var það ekki bara Laugardaginn. laugardaginn? Jú, það byrjaði síðustu helgi og svo vorum við að fá útlendingarna svona miðvikudag, fimmtudag. Og síðasti keppnisdagur í undankeppni er í dag. Ok, Og ég er eins og stödd í 4. sæti ok. og þarf þar af leiðandi ekki að mæta inn fyrir í svona round 3 í úrslitum. Ok, Og þetta fer í svona útsláttar 3. Þannig að það fara alltaf 20 inn og verða 10, svo koma 10 aðrir inn og þeir verða 10, svo koma síðustu 6, svo 16, 8, 4, 2. Þannig að sá undirbúningur er kannski svona aðeins öðruvísi. Af því að þú ert bara að fara að mæta einum einstakling. Já. Venjulega ertu svona svolítið að díla við þig og brautirnar, en þetta breytir svona svolítið að mæta ákveðnum einstakling og þá breytir svona aðeins hugsunarhátturinn. Já, sko. þá ertu í raun og veru allt í einu að keppa móti einhverjum. Já. Fyrir fyrst ertu kannski bara hvað þá að reyna að safna stigum eða hvað. Já, aðalega akkurat. keppið sjálfan sig í Já. borginni. Það er svona erfitt að keppa á móti einhverjum í keilu af því að þú ert bara einn. Já, Og þetta er svona svolítið eins og golf. Þú ert bara að reyna að slást við völlin eða brautirnar. En svo þegar kemur að þessu þá skiptir rauninni bara máli hvað þú gerir versus hinn einstaklingunni. Sko. Þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi mót. nákvæmlega. Hærra spennustig og svona. Einmitt. Og hérna, hvað eru eiginlega margir að taka þátt á þessu móti? Það eru 95 þáttökundur Ok. og hérna Einhver frá erlendir líka? 17 þjóðlöndum. 17, ok. Þannig að hérna, það er ágætist þáttaka í þessu. Já, En við erum með til dæmis, það eru sko 64 karlar og 31 kona. ok. 298 seríur eru spilaðar eða 1700 leikir. Já, það er ekki skrítið að þetta byrja á laugardaginn það. Já, Þetta er svo mikið. þetta er mjög mikið. Já. Og hver leikmaður þarf að spila 6 leiki til þess að verðskulda eina seríu. Af því Já, að við ok. spilum 6 leikja, eða svona 6 leikja blokkir. Já, Þannig að til þess að fá stig, eða til þess að komast í heildarstígiðin þá þarftu að skila 6 leikjum. ok. Og eftir þessar 6 leiki er staðan tekin hvar þú ert í röðinni. Já, ok. Og það eru sem sagt 24 bestu sem að komast beint inn og svo eru 10 önnur sæti sem eru besti pluss 50 ára, besti undir 18 ára og kalla og konur og það eru 10 mann sem bætast þarna í þennan 24 manna hóp. Já, ok, ég skil. Og ég er í raun og veru bara er þetta sem sagt bara svona einhvers konar opinn flokkur þannig að hver sem getur komið? Hver er sinna gæfu smiður? Já, það er bara alltaf þannig. Það er bara nema konur fá 12 pinna í forgjöf. Já, ok. Er það bara alltaf þannig? Það er yfirleitt þannig. Það er sko í öllum þessum svona mótum sem eru Evrópumótum út í heimi nema landsliðsmót, þá er yfirleitt forgjöf fyrir konur. Ok. Já, ég get aðeins útskipt svona að þetta hljómar skringilega fyrir svona utanakomandi af hverju ætti kona að fá okkur forgjöf. En af því þetta er opinn flokkur
og þetta snýst í rauninni þetta bara svona Evróputúrsreglur og þetta snýst í rauninni bara að laða fólk að og þetta byrjaði þegar að fór aðeins að dala þáttaka kvenna Já, ok. af því að þeim fannst kannski svona erfitt að keppa við bestu kallana Já, ok. þannig að þeim var gefin forgjöf til þess að jafna aðeins svona leikin út en nú kona að keppa hérna eða 21 árs stelpa sem bara rúst öllum og hún þarf ekki þessa forgjöf sko en hún fær hana samt sko. Og hún eiginlega besti kvenkeilin í Evrópu held ég. Já, hún er mjög framalega Ung 21 árs. Já, hún bara að springa út núna og það verður ekkert gaman að mæta henni og hún fær forgjöf sko. Já, ég skil. Ég kannski þarf að díla við það. Einmitt, ok, ég skil. Þannig að það eru, er ég búin að heyra, margir sterkir keilarar, eða keiluspilarar, hvað sem er? Keilarar, já, að taka þátt í þessu móti, er það ekki? Jú, það er, algjörlega. Bara klálega allir okkar fremstu keilarar eru hér. Já. Og mjög sterkir útlendingar. Einmitt. Nokkri Svíar sem eru bara mjög ofalega á Evrópuvísu. Ok. Og okkar allra besti Íslendingur sem býr út í Svíþjóð, Arnar Davíð Jónsson. Já, einmitt. Hann er hérna. Einmitt. Þannig að við erum að kljást við hann og það er alltaf gaman að fá að spila við hann loksins. Hann er alltaf aukstur út í heimi í Bandaríkjunum og Asíu að spila. Svo þegar maður fær hann heim þá er gaman að sýna honum aðeins að við kunnum þetta ennþá. Já, einmitt. Og svo tvistu aðeins í kringu það að besti kvenkeilarinn sem er þessi 21 árs sem kærast Arnar Davíðs. Já, er það? Við mæta hérna saman sem par, ofurpar. Já, þannig að þetta er bara ofurpar keilunar. Já. Þetta er þannig, ok. Og hvað er svona framundan núna, sem sagt, bara frá deginum í dag og hérna, hvað er einmitt? Er útsláttarkeppnin, hún byrjuð? Nei. Nei, hún byrjar í fyrramáli. Hún byrjar í fyrramáli? Já. Ok, og hvað er svona einmitt? Hvað er svona meira spennandi framundan? Sko, stærsti daginn okkar er á morgun. Það er náttúrulega, sko, þar gerast úrslit sem að kannski bjóst ekkert við og annað slíkt því að maður og mann er rosalega svona öðruvísi úrslit af því að þú getur verið bestur en þú getur samt tapað á morgun. Einmitt. Já, eins og ég var að segja hann, þetta er svona allt öðruvísi hugsunarháttur heldur en venjulega. Já. Og sem dæmi þá datt Arnar Davíð út í fyrra á móti 14 ára stelpu. Ok. Þannig að það getur allt gerst. Getur allt gerst. Já. Og hún mun lifa á því alla ævi. Já, alveg pottið. Hún bara, skil hana vel. Hún átti frábæra dag og bara sló hann út. Og þannig að það er mjög hátt spennustig og þetta er stutt format, þetta er bara að vinna 2 leiki. Einmitt. Þannig að það geta allir unnið alla. Einmitt. Og það er bara verður allir dagurinn á morgun og úrslit sýnd. Já, svo þetta klukkan 7:30 á Sýn. Já, einmitt. Það er hérna bein útsending frá Sýn, segir á morgun. Hvenær er það? 7:30. Já, 19:30. Já, 19:30 til 21:30. Já. Getur það ekki passað? Það er 21. Já. Þannig að þetta verður langur dagur fyrir þá sem byrja klukkan 9 fyrramálið. Já, ég trúi því. En hérna þannig að einmitt, úrslitin eru þá á morgun hérna. Já, það eru semst 4 sem fara í úrslit. Já. Já, þetta byrjar á morgunin þannig að það eru 20 sem spila. Já. Og 10 detta út. Einmitt. Svo koma 10 auka inn sem eru í sætum 7 til 16. Þeir spila, 10 verða eftir og svo koma topp 6 inn í það. Einmitt. Þá eru 16 sem verða 8, 8 verða 4 og þeir 4 fara í þessi sjónvarpsúrslit. Ok, þannig að þetta verður örugglega spennandi dagur á morgun. Hann er það allan daginn. Allan daginn. Það er mikið spenna og mikið spáðarspekulerað og sérstaklega sko þegar að sá sem vinnur, hann fer strax að athuga hvað er möguleikin á hverjum hann lendir. Já, næst. einmitt, nákvæmlega. Af því að það er búið að raða í sko alltaf bestum og þeirri versta. Já, það er þannig, ok. Já, það er þannig. Já. Þannig að menn kíkja alltaf á hver er með hæðsta númeri sem er ennþá og sannlega að komast áfram, ég fæ hann. Það er enda búið að breyta því núna. Það var alltaf þannig, en nú er þetta svona, þetta heitir bracket á ensku. Þetta er svona tré. Já. Þannig að þú getur sérð leiðina þína. En þetta er alltaf svona, ef þessi vinnur þá mætir þú honum og þessi. Nákvæmlega. Þetta er svona tré sem þú getur farið niður. Nákvæmlega. En þetta er, ég hef verið í þessum úrslitum 3 sinnum minni mig í sjónvarpi. Og er það ekki bara markmiðið aftur? Það er alltaf markmiðið og þetta er bara svona, það er svona spennustig, stresslevel sem að þú færð ekki neins annars þar. Nei. Og það er svona, ég segi alltaf að ég hætti að vera stressaður í þessu, þá ætla ég að hætta í keilu. Já. Af því að það er ekkert gaman nema að þú finnir fyrir titringum sko. Einmitt. Þannig að það er bara spurning að reyna að nota rétt. Nákvæmlega, bara maður getur alltaf að kasta kúlunni og hún fari ekki eitthvað á næstu braut eða eitthvað. En það eru þegar konin 4 300 leikir, eða fullkomni leikir í mótinu. Fullkomni leikir, sem þýðir bara fella allan tíma. Já,
Já, Það eru konið 4 svoleiðis og 4 sem að misti semst eina keilu eða 299 leikir. já. Það er eitthvað sem að ég myndi allan aldrei geta gert, en það er bara, Það er rosalega stutt í það en ofboðslega langt í það. já, nákvæmlega. Þú veist, þetta er rosalega, þetta er eins og segja að hóli í höggi, sko, er rosalega stutt í það en það er rosalega Já, langt í það. einmitt, nákvæmlega. Herðu, já, gaman og bara hérna, fólk getur komið upp í Keiluhöll, þeir eru upp í Keiluhöll í Eiríksvöllinni Já. og Endilega. hérna geta ekki allir komið að Bara endilega, horfa. það er Bara bara endilega. opið öllum Og horfa á. þið bara, já, þetta er stilt upp og það er hægt að fylgjast með á brautunum og það er hægt að sjá hverjir er að fara að mæta hverjum og hvernig úrslitin fóru og þetta verður upp á vegg hérna og þetta verður spennandi. Það Þannig verður að, bara bullandi stemming. já, það er auðveldast að fylgjast með þessu móti. Já. Þessu stundum svolítið erfitt að fylgjast með keilumótum af því að út af reikningi og hvað eru margir með þessi stig og svona. Þetta er auðveldast fyrir fólk til að koma að horfa á. Ok. Þú getur bara valið sér einhverja 2, annar þeirra dettur út. Einmitt. Já, Og- alveg víst. Og bara velur einhvern sem þú vilt halda með. Já, og- Alveg víst, annar dettur út. Já, einmitt. Ok, herðu, bara takk hella fyrir að koma og bara gangi þið vel að keppa og Kærlega fyrir það. gangi þið vel áfram með mótið Takk og fyrir það. bara, já, takk aftur hella fyrir að koma. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk. Herðu, við kíktum upp í Keiluhöll í gær og spjöllum við nokkra og svo ætla ég að sýna ykkur líka aðeins frá þegar ég kíkti á keiluæfingu í fyrra. Tjekkum á þessu. Maka, hér er skór fyrir því. Já, takk fyrir þetta. Herðu, við erum mætt hérna á keiluæfingu og ég er að missa uppbytun. Þegar maður þarf að byrja að fara keilu, sko. Þetta er stórir á mig. Takk. Hæ allir, ég ætla að vera með á æfingu í smá. Jæja. Ég er bara án móð, sko. Ég held ég sé ekki rétt búnaði fyrir þetta. Jæja, fyrsta skot dagsins. Mikael er hérna á æfingu og er að fara að kenna okkur. Ertu til að sýna okkur eitt kast? Hvernig maður á að gera þetta? Herðu, við erum mætt hérna með Tristan. Herðu, ég er með eina pælingu. Hver er taktikinn við að kasta kúlu og fá þá góða fellu? Það er eiginlega bara að snúa kúlunni og fá hann á réttan stað. Fokk maður. Æja, þetta var góð fella. Er mikilvægt að gera þennan hérna? Með fótinn? Það er gott fyrir hérna balansið, sko. Já, ok. Yes. Bæng! Jæja, eftir að hafa farið á keiluæfingu þá er ég alveg viss um að ég gæti bara nánast keppt á Reykjavíkurleikunum. Og núna ætla ég að sýna ykkur hvernig maður gerir þetta.